Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og ég með fróðan og margreyndan sjómann hjá mér í kvöld í sjávarútvegsspjalli sem heitir Eðvarð Júlíusson. Eðvarð Júlíusson fæddur og uppalinn á Dalvík, ekki rétt? Og byrjar til sjós þar. Já, á trillum. Á trillum? Já. Á þá handfærum eða? Nei, á línu og á línu, sko, bara já, beitt í landi. Beitt í landi. Já, bara á svona litlum bát. Já. Hvað stórum? Já, allir stærri báturinn sem við vorum bara tveir á svona lítilli trillu fyrst. Já. Hann hét Ari Kristinsson sem átti þá trillu og á hinnum var svona, allir ekki verið svona, já, hvað ég sé 8 tonn kannski. Já. Svona, en svona hálf, og það var sko, samt var hann ekki, var opinn, en það var segl á bómunni yfir opna rýmið. Já. Og svona yfir opna rýmið sem fiskurinn var settur, sko, á dekkinu. Já. Og þetta var vel útbúið í sjálfu sér. Já. En þessir bátar fórust báðir í óveðrinu. Já. Sem gerði þarna á Dalvík. Já, í frægu veðrið þarna. Já. Þegar urðu bátskaðar miklir. Já. Og það fórust einhverjir, var það ekki? Jú. Manstu hvað voru margir sem fórust? Nei, ég man það nú ekki, en ég minnir það að þeir hafa báðir farið þessi bátar. Já. Það. Það fórust fleiri bátar, var ekki? Já. Það fórust fleiri bátar. 6 eða, nei, 5 eða 6. Já, það voru nokkuð margir sem fóru í sjóinn þá, sko. Já. Það gerði svona óvænt brjálaveður. Já. Svo flutti ég til Akureyrar og fór þar á togara. Harbak, var á honum 1,5 ár. Já. Og fór svo í sjómannaskólann. Já. Og hvert lá leiðin eftir sjómannaskólann? Þá var ég nú með bát sem við áttum feðgar. Já. Saman, Gunnar. Nei, þetta nú ekki alveg rétt. Ég byrjaði á því að fara sem stýrimaður á vörð frá Grenivík til Grindavíkur. Já. Á vertíð. Á vertíð. Það var fyrsta vertíðin þarna í Grindavík. Já. Það voru stýrimaður á verði. Og hver var þá með vörð? Og að Addi. Gamli, sem við kölluðum. Já. Addi var með vörð alveg. Það var snildar kall, sko. Já. Það var mikill heiðusmaður. Já. Og allir þarna borð þetta voru sérstakir náungar en það var erfitt að vera á kvöldin. Já. Það voru verið með sko tjörubelgi. Já. Og það var alltaf verið að gogga í þetta svona annars slagið. Já. Ég var að bæta þetta á kvöldin, setja kubb, skera það, setja kubb inn í og negla svo. Já. Og blása það svo bara með með lungunum. Já, með lungunum. Svona var þetta nú þá. Já, en þannig erum við að tala hvaða ár þetta. Já, þetta nefnilega það. Fyrir 1960 eitthvað svo leiðis. Að þetta hafi ekki verið 53. 53? Já. Já, þetta svona langt síðan. Já. Þetta eru 73 ár síðan. Já. En þess má náttúrulega geta að þú ert orðið 92 ára gamall. Já. Já, ég bara sko á 19 ári þegar ég kem út á sjómannaskólanum. Já, þú klárað hann svona snemma. Já. En svo verður skipstjóri snemma. Já, svo kaupir pappi bát og hann var nú vélstjóri og það skildi það nú ekki, hann fór til Danmerkur, kunni ekki orð í dönsku, hélt ég. Og hann endaði með því að hann kaupir þar bát. Já.
ringið svo neym og við þurfum að sækja bátinn, fórum 3 út til að sækja hann. Og það var alveg ótrúlegt hvað kallinn gat sko, hvað þið skildu hvern annan, Danirnir og hann. Og hvað var það stór bátur? Hann var alltaf ekki verið svona 60 tonn. 60 tonn. Það var skýrður Gunnar. Og þú rærð á honum úr Grindavík? Já, 2 vertir. Í Grindavík? Já, og var með hann líka 2 sumar og síld. Já. Með nót? Já. Og það gekk bara þokkalega, sko. Já, ég var alveg bara, það gekk bara vel eins og síldin, gekk bara mjög vel á síldinni. Já. Og seinni vertíðinni þarna. Varstu komið með astig þá? Nei, það var ekkert astig komið þá. Nei, þá var bara nóta bassi upp á stýruhúsi. Já, og ég hafði Arnarsjón og sá mor. Já. Ég kastaði oft á mor, sem enginn sá nema ég. Nei. Já, einu sinni var ég að stýra stýrimanninum hvernig nætti að kasta ofan á skýlinu. Já. Fórstu þá sjálfur upp í skýlið? Ég var sjálfur upp í skýlið, sko. Og bara með stýrimanninn hann fór og ræsti og þeir fóru niður í bát og ég lét stýrimannin kasta. Sáðu hann bara til hvernig nætti að kasta? Já. Uppi? Já. Fengum hellingskast, maður fengum alveg í bátinn. Já. Og vel eftir þessu. Já. Og þetta hefur verið dálítið öðruvísi heldur en eftir að astilginn komu. Já. Svo var náttúrulega mörg ára á síld eftir það, sko. Alls konar báta. Já. En þetta hefur verið gaman og þú hefur náttúrulega þar að leiðandi fylgst með þróuninni sem varð í þessu. Já. Maður var bara í þessu, sko. Á síld og vertíð. Já. Þetta var bara þannig. En varst aldrei á reknitum? Jú. Þegar ég kom heim að síldinni, sko, þá vant alltaf einhvern á reknendabátan heima á haustin. Já, ég fór 2 sinnum á reknend. Já, þetta var... Og voru þeir þá að róa þarna frá Dalvík og í Eyjafirðinum? Nei, þetta var sko í Grindavík. Já, í Grindavík. Ég kom að síldinni, sko. Já. Suður. Já. Þannig að þú hefur séð allar útgáfur að þessu. Já. Og hérna 65 þá kaupum við bát, 3 félagar. Hófsnesi. Það er Búðafell þá. Já. Og þið keyptu það frá Fáskrúðsfirði? Fáskrúðsfirði, já. Ráðum í það og... Það var stálbátur? Það var stálbátur, já. Hollenskur. Já. Ágætis bátur í sjálfu sér, sko. Var það eins og Rappkell eða... Þeir var Sigurbjörgin og hún var þarna líka í Grindavík. Já. Tíma. Já, ég man eftir henni. Já, hún var eins. Já. Ég man ekki eftir öðrum bát sem var alveg eins. Nei. En þið byrjaði að gera hann út? Já, við byrjum þannig að gera út og já. Byrjuðu þá strax eða fljótlega að verka sjálfur? Ekki alveg strax. Við lönduðum í frystihúsið hérna heima því að þeir hjálpuðu okkur að kaupa þennan bát. Já. Við áttum náttúrulega enga peninga sjálfur. Nei. Og hérna þannig að við vorum hjá þeim fyrstu 2-3 árin. Já. Svo byggðum við bát í Stálvík. Já. Svona 120 tonn. 120 tonn, já. Og hann var skýrður Hófsnes líka. Þá seldum við gamlabátinn. Já. Og hann var keyptur bara í Grindavík. Já. Feðgar sem keypti hann. Já. Og upp frá því svona byrjaði þetta ævintýri hjá okkur. Já. Fljótlega upp úr því fórum við að verka sjálfur og það fóru alltaf á fulla verð.
Já. Og náttúrulega, þetta náttúrulega í rauninni glæsileg saga sem að þið gangi í gegnum. Já, þetta var... Þó að hafi eitthvað bjátað á einhver tíman að þá var þetta farsælt. Já, ég fiskaði vel, sko. Já. Og svo fiskaði Jens vel þegar hann tók við á þér. Ég var aflaðistur eitt árið og þetta er að fengum stálingabótinn. Já. Þannig í Grindavík, þetta var harður heimur. Já, það voru náttúrulega margir hörku aflamenn sem í Grindavík. Ég var hræddur á það, maður. Björgvin Gunnarsson, Þórarinn Ólafsson, á Albert og fleiri, Ólafur Ragnar og Magnússon og Sigursson. Þetta voru hörkunaglar sko hann inn í þessu. Já, og svo Jóhannes Jóhannesson sem Jóhannes Jónsson á Kópnum sem var hérna í þætti hjá mér daginn. Já. Og fleiri og margir hörku aflamenn. Þetta voru Sveinn Ísaksson og Addi gamla á Verði. Já. Þeir voru svo margir. Já, þetta voru í sjálfu sér sko þegar maður lítur tilbaka þá voru þetta nefnilega bara skemmtileg ár. Já, örugglega. Já, við vorum bara í aksjón þarna, keyptum gömul hús og gerðum þau upp og fórum að verka. Og stækkuðum það alltaf og stækkuðum maður. Og við vorum söltum síld líka, við vorum á síld. Á haustin. Á haustin, já. Þannig að þetta hefur verið. Þegar síldin var í fjörðunum fyrir austan. Já. Þá voru 2 bátar frá mér þarna. Jens var með Hópsnesið og Pálmi sem var með hérna höfringannan. Pálmi Þórðarsson. Já. Og þeir fiskuðu alveg helling maður þetta. Við sölduðum upp í 10.000 tunnur. Já. Og höfðu nógan kvóta í það? Það var engin kvóti þá. Ekki þá, ekki á síldinni, nei. Það var engin kvóti. Ekki á fyrstu árunum. Nei. Ég tók þetta inn í fjörðum þarna fyrir austan, sko. Já. Það voru að fá hellingsköst maður. Já, nú verið að segja frá því að það sé síldin á Eyjafirði og síldin á öllum Austfjörðum. Já, það? Já, það eru síðustu frétti bara í morgun. Já. Á Facebook. Já, það var það. Og bullandi hvalur að næra sig á þessu. Já, hvað heldur það? Helvítis hvalurinn, hann á nú eftir að jafnum okkur eitthvað, sko. Ég hef trúið því. Ef við gerum ekkert í því að halda honum niðri, þá gerum við það. Það er réttan á því. Hann verður drúgur í loðnunni. Já, sumir eru nú svo svartsýnir. Ég var með fiskifræðing hérna í vor einhvern tíman og hann sagði bara það væri það lítið á loðnu núna að það væri bara viðbúið að hvalurinn mundi haldinni bara í skefjum. Það var ekkert annað. Að næði að blómstra eitthvað. Já, það var það, já. Hann var búinn að vera þarna á norsku rannsóknarskipi. Já. Þetta var Magnús Þór Hafsteinsson sem að druknaði svo í sumar á strandveiðum. Strandveiðum, já. Hann er menntaður fiskifræðingur í Noregi og sagði þetta hérna í þætti. Já, það var það. Og hann bara, honum leist ekki á það að það væri það lítið að loðnu að hvalurinn gæti bara haldið henni niðri. Já, það er bara málið, sko. Þetta eru svona stóra skepnur maður, það var mikið æti. Þegar hver skepna þarf að borða 2%, 2,5% af þyngd sinni á dag, þá þegar það er verið að tala 40.000 hvali, þá er það ekkert smottir í. Nei, þannig að þetta spilar töluverða rullu í lífríkinu. Ekki spurning. Það er ekkert. En eigum við ekki að fara í rækjuna?
Já, þú átt náttúrulega dálítið merkilegan ferill í sambandi við Já, allt þetta minnar þau, já. Úthafsrækjuna. Já. Þú ert eiginlega einn af tveimur sem að voruð eiginlega að finna úthafsrækju á Íslandi. Þetta gerðist þannig sko að ég fekk hringingu frá aðstoðarmanni Matthíasi Bjarnasonar sem var sjávarútvegsráðherra. Já. Og hann spurði mig hvort ég ætti burðugan bát, ég man alltaf eftir því. Já, og þá ert að tala að þetta 1976 eitthvað svoleiðis. Ég trúi því, Já, ég sagði nú það og þá var ég bara boðaður á fund inn í Reykjavík og inn í ráðuneyti og við vorum sátan þar 4 við borð við Matthías og aðstoðarmaðurinn og Sólmundur fiskifræðingur. Já, Hafró. Já, Hafró, já, og við gerðum 2 ára samning. Já. Og það var þannig sko að veiðarfærin, þegar sáum það á Grænagarði, bræður á Grænagarði fyrir vestan. Já. Sáum veiðarfærin fyrir mig, eða okkur. Já, það að segja trollið og útbúnaðin. Já, ég var bara með víran og hlerana. Já. En allt aftanir voru þeir með. Já. Og við fórum út og vorum mikið fyrir Vestfjörðunum og vorum mikið bara niður svona, fórum ekki mikið upp fyrir 200 faðma. Já, 200-250 faðmum eitthvað svoleiðis. Já, eitthvað svoleiðis. Já. 220-30 faðmum var svona kannski aðal dýpið. Já. Og það var togað, það var fiskifræðingur með okkur borð. Já, í alla túrana. Á meðan að þið voruð í þessu verkefni. Já, allt sumarið. Já. Það var með okkur allt sumarið, já. Og það var í hverju hóli sem var tekið, það var náttúrulega sett inn í lóran og það var tekin pröfa úr hverju hali og taldar rækjurnar. Talið í kílóið. Talið í kílóið, já. Talið í kílóið. Já. Stór og smá. Já. Þetta var bara vísindalega gert. Já, þetta var, og við máttum fara sko austur að Eyjafjarðarál. Já. Og við minnir það nú að svona gjöfugustu hólurnar voru svona í Húnaflóanum, út á Húnaflóanum. Já. Það var mjög vinsælt svæði. Já, ekki? Jú. Já. Árunum þarna á eftir og næstu 20 ára á eftir, sko. Já. Og svo var, við móttum fara austur að Eyjafjarðarál og svo tók við sko Snorri Snorrason á Dalborginni þar fyrir austan. Já, Snorri voru frændur. Þið voru tveir. Þið voru tveir í þessu verkefni. Já. Og hann hefur væntanlega verið með fiskifræðinga borðu líka. Örugglega, sko. Örugglega líka. Já. Og allt þetta var allt niður njörvað, þannig að þetta var svo aðgengilegt sko fyrir þá sem að kæma á eftir að sjá þetta hvar aflinn var. Já, hvar þið voruð að fiska og hvar þið gátu togað og annað í þeim dúr, sko. Já. Það var mjög aðgengilegt. En þetta náttúrulega skapaði gríðarlegar gjaldeyristekjur til margra ára. Ég hræddur það, maður. Þetta var, við vorum að veiða upp í 60 og eitthvað 1000 tonn af rækju yfir suma tíman aðalega. Ég man eftir því þegar við var þarna á Ísafirði, sko, að mönnu þótti þetta mjög gott framtak hjá Matthíasi að gera þetta. Já, ég ekki hissa á því. Nei. Hann jók aflaverðmæti úr hafinu heilan helling. Já. Þegar að var byrjað að huga að niðurskurði á öðrum tegundum, eins og þorskinum og öðru. Seinna meir. Já, sem að kom svo kannski 10 árum seinna. Já. En má ég ekki koma því að ég var stjórnarformaður í Hitaveitu Suðurnesja og okkur var boðið vestur á Ísafjörð
ég minnir hann heiti Kristján sem var þarna í Mjólkárvirkjun og hvað boðið þangað og við fórum þar og svo, skoðum þessa virkjun hjá þeim og var svo farið út í Eyju, þarna var ekki Vigur, fórum út í Vigur og skoðum þar og svo kvöldið. Var komið veitingahús í Vigur þá? Nei, mér minnur ekki. Nei, það var ekki, það var ég held að við vorum ekki neinu svona boðum þar, við gengum þar bara og skoðuðum. Skoðuðu Eyjuna? Já. Svo kvöldið. Þetta nú ekki stóra Eyja. Þá sagði Júlíus Jónsson, forstjóri Hitaveitunar, að ég ætti að halda ræðu þá kvöldið. Það var stórt og mikið hóf þarna á Ísafirði. Já. Og þegar ég tók þarna við í Hitaveitunni þá sagði ég það að ég ætlaði ekki að fara að læra einhverju hitaveitu dæmi sko. Ef ég þyrfti að halda ræðu einhvers staðar þá þyrftu þeir að semja og ég flytta hana. Og Júli segir svona við mig, nú þarf þú að halda ræðu í kvöld. Já, ég er ekki vandræð með það. Og fór yfir þennan tíma, þetta sumar sem að ég var þarna á Rækju. Já. Og það var gerðið góður rómur af því svo margir sem myndi eftir þessu. Já, Hitaveita Reykjavíkur hefur ábyggilega tekið þetta upp eftir þér þegar þeir fóru í rísa Rækjaveldi. Þetta hefur verið komið inn á þann vettvang og þeir hafa séð að það var ekki hægt að láta Suðurnesja sem en vera að tala Rækju. Það lítur að vera. Þetta var skemmtilegu tími. Já, og sko þá voru koma menn til okkar og spurja og svona. Það var einn sem kom nú svona nokkuð reglulega til mín upp í brú. Hann hét Böðvar og var þarna með rækjuvinnslu. Já, hann átti rækjuverksmiðju þarna. Já. Og er faðir Eiríks Böðvarssonar sem var nú lengi að baksa í útgerð þarna fyrir vestan. Og hann alveg bara spurði og ég bara sagði og náttúrulega það sem ég gæti sagt og hann kom oft bort til mín. Og svo kom alltaf einhverjir svona bara og voru mjög áhugasamir þetta sem var verið að gera þarna. Já, þetta breytti töluverðu fyrir verksmiðjurnar þarna fyrir vestan og norðan. Já, norðan, já. Þetta var ekki bara Ísafjörður og Bolungavík. Þetta var líka á var ekki á Drásnesi og Hólmavík og svo aftur á Sauðakrók og norðar held ég 3 þar á tímabili. Allstað verksmiðjur maður. Og Siglufirði og Akureyri og þetta. Og þetta ekki var á Húsavík líka. Þetta hafði mikið að segja. Já. Meiri segja Kópaskeri var verksmiðja. Alveg rétt. Þannig að þetta breytti gríðarlega miklu. Já, ég nú hræddur það. Og flestir verti að bátar af Suðurlandi og þess vegna Vestmannaeyjum og Hornafirði og víðar að þeir fóru á Rækju yfir sumartíma. Já. En þarna á Ísafirði, þetta var góður tími. Ég var þarna allt sumarið á þessu. Ég var allt fyrra sumarið. Svo tók stýrimaður sem var hjá mér hann var setna sumarið. Já. Og það var bara eitthvað svipað. Þarna voru við bara þessi sem sáum veiðafæri, Grennegarði, þessi piltar þar, þetta voru miklir öndvegismenn. Já. Það stóð ekki á hlutuna þar. Nei. Þeir hafa kunnað til verka og vita hvað þeir voru að gera og allt það. Þeir vissu hvað þeir voru að gera. Já. Þetta auðvitað hefur spilað stóra rullu. Já. Í atvinnu uppbyggingu. Ég nú hræddur það. Þetta var mjög gott framtak hjá Matthíasi að fara í þetta.
Já, það eru nú margir fullorðnir aðilar sem segja að síðasti alvöru sjávarútvegsráðurinn á Íslandi hafi verið Matthías Bjarnason. Já. Það er nú bara... Já, hann segja það. Hann fór passlega mikið eftir því sem að Hafró lagði til og talaði við skipstjóra og kannaði aðstæður hringinn í kringu landið og tók sínar ákvarðanir sjálfur. Hann lét ekki segja sér hvernig þetta ætti að vera. Hann hlustaði á fleiri raddir heldur en ráðleggingar frá Hafrannsóknastofnun. Enda blómstraði ákveðin hátt sjávarútvegur töluvert á þessum árum. Við erfiðar aðstæður þó að væri komið mikið af togurum og kannski allt og mikið. En á þeim tíma. En þetta var svona, þessi bátar náttúrulega voru kannski ekki kraftmiklir eins og höfrungur, hann var ekki kraftmikill en nóg til þess að gera, þannig að við skiptum fljótlega vél í honum. Já, settum í að Caterpillar. Já, og þá stærri. Já, þá var þetta náttúrulega bara þrælöflugur bátur og byggðum yfir hann og þetta var alveg svakalega flottur bátur. Þetta var nefnilega, þetta var selfangari. Upphaflega. Múskur. Já, og svakalega dykti hún í járnið. Já, byggður fyrir að vera í ís og svoleiðis. Kjartaði. Já. Þetta var geysilega góður bátur. En þú kaupir hann af Haraldi Böðvarsinni. Já, hvað hérna nú eftir? Sturlaugur. Sturlaugur. Já, Sturlaugur. Já, þegar ég var að kaupa hann þá spurði ég hann að því hvernig er með nafnið, segi ég við hann. Þar ég að skýra hann upp. Þá sagði hann, ég er ekki með því að báta sér skýrður upp. Nei. Haltu bara nafninu. Svoleiðis var það. Já. Hann hefur viljað það. Já. En það var náttúrulega annar bátur sem hét Höfrungur sem kom til Grindavíkur þarna á svipuðum tíma, eða var það ekki gamli sem að Hafsteinn Sæmundsson átti? Já. Hann hét Höfrungur upphaflega. Já, það getur verið. En hann breytti nafninu, var það ekki í Hörpu? Já, Hörpu, já. En harpa sem að hann var hann var smíðuð á Seyðisfirði. Já, fyrsta harpan. Já, stálbáturinn. Stálbáturinn, já. Já. Þannig að þetta hefur verið svona, en kom einhver áföll, lentur í einhverjum áföllum eða eitthvað svoleiðis? Ekki þarna á þetta ár. Nei, ekki á rækjunni. Nei. En svo, auðvitað lendir maður alltaf í einhverjum áföllum. Jú, það fylgir þessu alltaf eitthvað. Ég keypti til dæmis svona enn austurþýska bátan á Dalvík. Já. Björgúlf. Já. Keypti hann og var með það sjálfur á net. Þetta var svakalega góður netabátur. Men þú þótti nú heldur kannski ólíðlegur en svona í tvengri höfn, en þetta var svakalega flott skip. Já, út á hafi. Að draga á honum og svoleiðis og út í veðrum. Og vera á trolli á honum var alveg náttúrulega bara snill, sko. Já. Svo útbjögum við hann þannig að hann gæti varð á loðnu. Já. Þetta má nót og á öðru árinu, sko, þessi bátar voru nefnilega svolítið þetta var flott lest í þeim, en það var galli að þetta var aluminium, klætt með aluminium, og stytturnar hafa verið einhver aluminium blandað, þær voru ekki nógu sterkar. Þannig að það þurfti sérstaka uppstillingu og við fengum það alveg með þegar við keyptum hann hvernig ætti að gera þetta.
Og seinna sumarið sem hann var á loðnu, þá kom það fyrir að það hefði ekki verið rétt stilt upp. Þá veturinn, á vetraverti. Vetravertin, já. Þá hefur ekki verið rétt stilt upp, þannig að hann fór úr hliðina og sökk. Og þá hefur brotnað stytta. Já, brotnað stytta. Já, að því hefur ekki haldið á mótinni. Nei, það hefur ekki verið rétt stilt upp. Þetta hefur að vera minni 2 eða 3 borð í hverjum steis fyrir sig, halda við stytturnar. En þarna hefur ekki verið alveg farið eftir reglunum. Og varst þú með hann þegar þetta var? Nei. Hver var með hann þá? Hann var með hann hann var frá Steingrímsfirði, hvað hét hann? Ég bara það nú ekki, Sippina. Hörður? Nei. Hann var á þessari ættanda Steingrímsfirðinum sem að Já, það kannski skiptir ekki máli. Nei. En þetta hefur verið náttúrulega ákveðið sjokk, en var mannbjörg. Já, það var mannbjörg og já. Og sem var náttúrulega aðalatrið. Það var aðalatrið, já. En ég sá mikið eftir þeim bát. Já. Ég verð að segja það. Já. En það er svona, það er ekki alltaf allt í haginn. Nei. Það er bara, þetta er bara þannig, þetta er þannig vettfangur sko, líka. Já, og það er svo stutt oft á milli. Já. Gráturs og hláturs. En ég vil nú meina það að hérna, ég er búin að var skipstjóri sko í marga áratugi að ég misti aldrei út mann. Nei. Aldrei slasaðist illa maður hjá mér að hann þyrfti að fara á sjúkrahús. Já. Hvorki þegar ég var með báta fyrir aðra eða þegar ég fór að gera út sjálfur. Nei. Það er náttúrulega bara rosalega skemmtilegur og góður ferill. Já. Það er ekkit allir svo heppnir. Nei, það er nefnilega ekkit allir svo heppnir. Því að það er svo oft stutt á milli í þessu. Og það var á þessum fyrstu árum sem að var þarna. Skipstjórar eru hetjur hafsins ef þeir fara á sjó í brjáluðu veðri og tap ekki veiðafærum og koma með afla. En þeir eru, ef þeir missa veiðafæri eða slasa menn, að þá eru þeir helvíti svillisingar. Og það er oft helvíti stutt á milli. Já, það getur verið stutt á milli sjálf. Það er nú þannig. Já. En maður reyndi að vera gætinn, þetta borgar sig. Já. En þetta var þessi ár þarna sko í Hópsnesi hjá okkur, þessum 3, við vorum 3 sem að stofnaði þetta. Og þeir hétu hvað sem voru með þeir? Jens og Guðlaugur Óskarsson. Og Jens Óskarsson líka. En þeir voru ekki bræður. Nei, og voru þeir báðir Óskarsinnir. Já. Anna var á Siglufirði og hinn var á Firði á Barðaströnd. Já. Og ég var á Dalvíkingur, en allir giftir konum úr Grindavík. Já, allir náðu ykkur í... Og þá var sagt þar sko að ef þú nærði giftist konu úr Grindavík, þá fer hún ekki inn fyrir Þorbjörn. Nei. Jú, en það hafa nú sennilega fengið einhvern tímann að fara inn fyrir Þorbjörn. Já, sko, ég meina ekki flytja, sko. Nei. Ekki að flytja. Já. Þeir vildu meina það þarna, maður fékk að heyra það. Svona fyrst á eftir þegar maður var svona að dingla við konuna. Já. Fyrst. Já. Þá fékk maður að heyra þetta. Þú áttar þig á því, sko. Já. Þú ferð ekki í burtu með hana, sko. Nei. En þetta, þú áttir, hvað voru þið lengi með Hópsnes? Hvað var það? Við vorum með 33 ár. 33 ár? Já, og vorum allir vinnir þegar við skildum. Já, bara frábært. Já, það var frábært. Það var alveg frábært. Já. Svo þegar það eru ekki allir sem eiga eftir 33 ára samstarf að skilja sem vinir. Já. Það er ekki alltaf. Nei.
Og þegar við hættum, sko, þá skiptum við kvótanum sem við áttum. Já. Við vorum þá konið með fristitóra. Já. Hópsnes. Já, sem var smíðar í Póllandi. Ég var yfir því. Það var skemmtilegu tími. Mjög skemmtilegu tími að vera með Pólverjánu þarna úti. Ég var bara, þegar við fórum þá Gunnar Friðriksson hérna í vélasölunni fór með mér út til Póllands og við sömdum þar smíðina. Já, 2. Hann var umbóðsmaður fyrir pólsku fyrirtækin. Já. Þannig að þetta var mikill og skemmtilegur tími í sjálfu sér þó hann væri oft erfiður. Hvað var Hópsnesið, fristitógarinn, stór? Hann var sko alveg 40 metrar. 40 metrar. Já. Það hefði ekki verið 600 tonn. Já, mældur. Já. En þið áttu hann í hvað mörg ár? Ég held bara ekki að hann kom sko 88, seldum hann sko 96. Átti hann í 8 ár? Já, sennilega, já. 7-8 ár? Já, 7-8 ár. Já. Og hann fór til Nýja-Sjállands. Já. Við ætlaði ekki að selja hann. Við vorum ekki með neinu söluhuglýðingum. Nei. Komið bara menn hérna frá Nýja-Sjálandi og voru að skoða skip hérna. Já. Og það vildi þannig til að hann komst ekki inn fyrir brimi hann landaði í Hafnarfirði. Já. Og þar var vaktmaður borð og hann ringir í mig maður og spyr maður hvort að megi skoða skipið. Hann segir með þetta 2 menn frá Nýja-Sjálandi sem að pæli. Og ég sagði sko, þetta skipið ekki til sölu. Já, ég veit það, sagði hann, en mættu við skoða það? Já, ég ringdi í hérna manni sem var hann borð og sagði hann að leyfa þeim bara að skoða skipið alveg. Svo fóru ekki út á land og fóru með land og svo svona, hálfu mánuði setna ringjaði í mig. Og spurja hvort að skipið sé ekki til sölu. Nei, það ekki til sölu en við getum kannski rætt að ef það vel boðið. Já, allt til sölu fyrir rétt verð. Já. Og svo koma þarna surdi með þessa menn og við settumst þarna fórum að veitingu og svo settumst þá og spjallum saman og hérna og það var svona komið svona tónn í okkur kannski við vorum allir orðnir það fullorðnir að þetta væri að færa að verða gott hjá okkur að hérna við svona gáfum eftir í því og þeir buðu það verð þarna að það var ekki hægt að neita því. Nei. Og hérna svo þegar þeir fara nú og hringir hann í mig morgunin eftir sölum maðurinn og hann segir sko við tökum 8% fyrir að selja. Já. Þá sagði ég við hann, nei, heyrðu góði sko, þá báturinn ekki seldur. Segja skipið ekki seld. Ég borga ekki 8% í sölu, það bara kemur ekki til greina. Nei. Hérna innanlands þetta bara svona 2-3 og kannski 4%. Já. Mesta lagi. Og þá þetta bara búið. Sko, þú áttar þig á því. 8% borga ég ekki í sölun. Já. Við erum ekki nauðbeygðir til að selja. Nei. Nei. Heyrðu, ringir hann í mig kvöldið og segir, við sættustum á 4%. Já. Sættustum á það. Og var það enda talan? Já, það var enda talan. Já. Svo fór ég með samningin
upp í Fiskveiðasjóð. Og þeir bara rákum mig tilbaka. Þetta bara stæðst ekki. Það er ekki hægt. Þetta stæðst ekki að þið sé að fá þetta verð fyrir þetta skip. Það bara stæðst ekki. Nei, bara lét mig bara fara aftur. Ég var að ná í endurskoðandar minn, sem var nú sonur minn. Og fór daginn eftir með hann með mér. Og hann hafði það í gegn og alveg sama hjá Landsbankanum, sko, þeir fóruð þú eftir Fiskveiðasjóði. Já. Því að skipin náttúrulega mátti ekki fara nema maður búið að taka því öll veð. Þeir bara trúðu þess ekki. Nei. Og það var ekki komið, það var bara daginn eftir það fór. Það var komin ávísin í Landsbankan. Já. Og borgað bara alveg bara meitni ávísin. Já. Þannig að það hefur verið góð sala. Já. En hvað gerður við kvótann? Við skiptum honum á öll fyrirtækin heima. Já. Skiptum honum að þetta voru, við minnir að við verið 11-12 fyrirtæki sem að fengu part af honum. Já, og það var alltaf verið að ringja í mig utan að landi. Alls þar að fá kvótann. Og þá var nú kvótin ekki á verði í sjálfu sér, sko. En þeir voru alltaf að bjóða betur aðeins. Vestmanningar og vestfirðingar voru í því. Það var bara hringt í mig á hverjum degi, sko. 2-3. Já. Og svo sagði ég bara, kvótin fer ekki úr plássinu. Það er alveg á hreinu. Við ætlum að setja þetta bara á þessa sem voru að verka og gera út. Og þá var hann aðeins hærri heldur en hann var svona það sem þeir voru að bjóða, sko, notaði það verð, en þeir þurfu ekki að borga nema á 3 árum. Já, það har aldrei verið gert annars staðar. Það held ég ekki. Nei. Maður hefur ekki heyrt það. Nei. Þetta hefur alltaf verið staðgreitt. Eða svo gott sem. Já. Og auðvitað tóku þeir allir þessu skot. Já. En þetta voru svona, þetta voru lokin á þessu hjá okkur, nema ekki hjá mér. Svo við áttum notað hellinga húsum þarna niður frá og Hjósnesi og aðgerða húsum, skreiðar, skemmur og allt þetta. Þannig að á enda með því að þetta vildi enginn kaupa það. Nei. Að ég keypti það af strákunum, sko. Þannig að ég keypti bara Hópsnesið aftur alveg. Borgaði þeim eitthvað fyrir það húsin. Og fórum þá voru ég svona aðeins byrjaður að vera með salt fyrir saltkaup í Hafnarfirði. Og svo bara jökum við það. Ég keypti annan bíl og vorum með 2 bíla, annan í plássinu á þetta heima og hinn bara fóru Suðurnesin. Við vorum með salt bara fyrir Suðurnesin. Fyrir öll Suðurnesin. Öll Suðurnesin í mörg ár. Sandgerð og Garðinn og Keflavík. Já. Vógana. Já. Við vorum með það. Og það var Jón Halldórsson í Hafnarfirði sem við náðum vel saman við Jón. Hann var með saltkaup. Já, hann var með saltkaup, sko. Já, í Hafnarfirði. Já. Komuð þá skip inn í Grindavík með salt. Já. Og þið hafði bara tekið það upp í geymslu hjá ykkur. Já. Við gátum komið svona 1200-1400 tonnum inn í geymsluna. Já, í pókum. Nei, allt laust. Bara laust. Já, bara svo þeir senda okkur innan að, sko, svona, við vorum bara með svona stóran, sko, sem að mokaði upp. Já. Senda okkur annan minni sem fóru upp á. Já. Þetta var upp undir þak sem staðar. Já. Á skemmunni. Já. Þess að geta tæmt skipin. Já. Þannig að það hefur verið
bara haldið áfram hjá þér afskipti af þessu í sjávarútvegi? Já, blessaður. Nú er búin að rærast í þessu allt sitt svona líf sem maður hefur verið að gera eitthvað að gagni. Já, en þú ert í rauninni ekki tættur ennþá. Kannski sjálfur, en... Já. En já, það er... Hópsnes er ennþá til. Já, Hópsnes er ennþá til, ég nú veitur það, já. Og það er náttúrulega kannski komið í önnur verk í dag. Já, það er komið allt í önnur verk og krakkarnir mínir eru með það. Sjáum það, ég kem ekki nærri því. Nei. En það er sama, það er ennþá til. Já, það er ennþá til og ennþá í Grindavík, sko. Við vorum hérna byggðum 2 hús fyrir Bláa lónið. Já. Sem að hérna þeir leigja svo af okkur og við vorum með hérna þvottahúsið. Það var í gamla aðgerðarhúsinu í gamla húsinu, sko. Já. Þar voru sett upp þvottahús og ég held að sé svona eitthvað svona fullkomnasta þvottahús á landinu, skilst mér. Já. Og sjáuð allan þvott við keyrum hann sko á milli í Blálónið og uppbyttir. Ég held að sé svona eins og núna þegar það er mikil trafík, þá er þetta 6-7 ferðir á dag. Já. Sem við fara með þvott. Já. Þetta er svo mikið maður. Sækið og farið með tilbaka. Já. Það er bara einn maður í því og bíll. Já. Svo voru komin þarna upp eftir, sko, þarna í Grindavík frá Bláa lóninu þeir voru að pakka þar fyrir útflutning. Það sem að var að fara erlendis mikið. Já, fyrir erlendamarkað. Já, og búðirnar sem voru í Reykjavík og voru að pakka þetta heima. Það voru 4-5 manneskjur, sko, sem voru þarna bara í aðstöðu. Eru þær niður í Hópsnesi? Nei. Það var í öðru húsi, fyrra húsin sem við byggðum, sko. Já. Svo vantaði það, voru þið frystigeymslu og allt þetta og þá byggðum við bara annað hús. Já. Það er ekkert öðruvísi. Það er bara þannig svoleiðis núna. Já. Og eru bara að vinna fyrir Bláa lónið. Já, þeir leigja það ennþá. Það er bara verið í öðru húsinu. Ég held að það sé fullt af vörum, sko. Bæði húsin. Já. En hérna, fórst þú aldrei á Humar, veiðar? Ég fór einu sinni 1 sumar á Humar á gamla Hópsnesinu. Lilla bátnum. Já. Litla bátnum, 60 tonna. Já, 60 tonna bátnum. Já. Og veistu það, mér bara líkaði það ekki, ég hafði ekki gaman að því. Nei. Og eftir þetta sumar þá fórum við að leggjast í það að fá bleiðurna sem við kölluðum með landinu. Já. Fórum nokkur sinn minni þing til að fá það til þess að leyfa okkur að fara upp alveg inn á bleiðurnar. Já. Náðum því í gegn. Já. Fyrst þá var nú að stelast þarna inn náttúrulega inn fyrir línu og þá kom Gvendur Víxlari sem kallar var og Keflavík var að skrifa upp að Víxil. Það var að sagt okkur. Já. En þetta var flottir tímar. Svo náðum við því að fá þetta, fengum þarna 3 bleiður, sko, þarna fyrir framann. Leirinn fyrir framan Grindavík og svo við Krýsuvíkurbergið. Já. Og þetta voru við á sumrin, var það bara ágætis veiði þarna. Þá á bara fiskitról. Já, bara fiskitróli. Já. En ekki á Humar. Nei, ég netti ekki aftur á Humar. Nei. En Humar var náttúrulega miðar við 60 fama og dýpara, sko. Já.
og var utar, reyndar eru nú humarbleiður þarna. Já. Þeir voru margir á humri, sko. Já, margir bátar alltaf á humri. Þetta voru ekkert margir bátar sem voru á þessi fiskidróð, það voru ekki 3-4 bátar, sko. Litlir þarna. Já. En þetta, þú hefur komið sem sagt nálagt þessu öllu saman. Já, maður satt inn í þingi, maður var alveg bara upp í steganum upp á palli þar. Margir vildu tala við okkur, sko. Já, þeir eru gaman að því. Já. En þetta hafðist og þetta var bara, þetta var gekk vel í þó nokkuð mörg ár, sko. Já. Það er bara, en þessi þróun sem þú hefur fylgst með frá því að þú byrjar, bara ungur maður upp úr 1950 og þangað til þú hættir. Hún er orðið mikil. Já. Lóraninn og staðsetningar, veðurspár og allt þetta. Og ég hef líka sagt að lengi að það var mál til komið að sjómenn fengi nú almennilega skip til þess að vera á. Þetta getur verið í sínum eigin herbergjum og svona, sko. Þetta var náttúrulega í fristitógaranum hjá okkur. Þar var bara einn maður í herbergi. Já, bara klefa, einn í klefa. Þetta var byrjunin á þessu. Já. Og það voru bara tógararnir sem voru, sko, kannski svona en svo og stóru nótaskipin. Já, svo koma stóru nótaskipin, sko. Alveg bara, og þetta var samst mér góð þróun. Þarna fengu sjómenn góða aðstöðu, gott, gáttu hvílst vel. Og verið farið í bað og svona reglulega og en svo var þarna þegar maður var að byrja á þessu með keðjustýri ískalt í hérna stýrishúsinu og maður anskotast á keðjustýri og maður alveg, sko, orðinni var einhver kaldaskítur og einhver bræðurskítur að þá var maður orðin uppgefið þegar maður kom í land. Já, þetta eru, það má segja að þetta eru tímarnir tvennir sem eru við þessar aðstæður. Og mátti náttúrulega breytast og svo náttúrulega öryggismálin og allur sáþáttur veðurspár og þetta hefur allt gjörbreyst til batnaðar og náttúrulega lóranir og staðsetningatækin og þú veist alltaf nákvæmlega hvar þú er. Mamma nú eftir því þegar menn voru búin að vera að veiði í Norðursjónum eða einhver staðar út í Ballarhafi þá menn vissu nánast ekkert hvar þeir voru með eitthvað sirka bát. Ég man eftir því, sko, fyrst þegar þetta var að koma, sko, að við vorum alltaf eftir að fengum, sko, Stálvíkubátinn þá vorum við á trolli á sumrin fiskuði mjög og voru syngdum á Bretland og þá var komið svona þetta litla tæki, staðsetningatækið. Þú þurftir ekki að vera með logg eða neitt svoleið, sko. Þú þurftir ekki að kíkja í kort. Nei. Þetta var allt annað. Já. Þetta var bylting. Já, Jens var nefnilega með hann, sko. En hann hafði ekki réttindi til að sigla. Nei, hann var bara með 120 tonn. Já, ég var að sigla með hann, sko. Þegar við erum borð. Já. Hann mátti fisk í hann og svo mátti þú koma borð og fara í bjórleiðangurinn. Já. Þetta var svona. Já. En það var búið að vera gaman að spjalla við þig og við erum búin að fara yfir víða völl og fara svona yfir feril þinn í gegnum. Þú varst náttúrulega 12 ár í forseti bæjarstjórnar í Grindavík. Já, það var góðu tími. Já, og þú hefur tekið þátt í því að móta þitt umhverfi eða þína... Og virkan þátt í því. Já, virkan þátt í því og hefur haft afskipti af pólitík og öllu í gegnum tíðina. Já. En hérna, er eitthvað sem þú vilt segja á lokum?
Ég man nú ekki eftir því svona, nema það bara ég er bara sáttur við mína sko ævi. Já, bara frábært. Já, bara mjög sáttur við það. Ég er bara náttúrulega orðinn gamall maður og Þú ert nú ekki nema 92. Nei. Þú átt minnstakosti 20 ára eftir maður. Þú voru að horfa á þetta þannig. Þannig að ég er mjög sáttur við mína sko ævi eins og ég er búin að reyna að fara í gegnum svona stórum dráttum. Það má náttúrulega geta þess að Ásmundur Friðriksson skrifaði 2 bækur því og sem að komu út í fyrra haust. Já. Eða í vetur. Þannig að þín saga er að mörguleiti svona náttúrulega saga þinna samtíðar manna í gegnum tíðina til sjós og svo í afskiptum af samfélaginu. Þú myndist ekkert á að þú varst með hross, áttir hesta. Ég átti hesta og ég átti kindur. Og þú átti kindur og þú hefur verið alvöru útvegsbóndi. Já. Þannig að þú hefur komið að ýmsu. Já. Ég var mörg ára sem ég átti hross, góða hesta. Já. Já, það var bara reynda að lifa lífinu lifandi. Já. Og það er bara frábært að halda því áfram. Já. Og ég ætla nú bara að þakka tæknimönnunum hérna sem voru að senda út þennan þátt, Pétri Fjellsteð og Laufey, ef hún er líka, og Ólafsdóttur og hérna, og svo hvet ég alla til að leggja hönd á plóginn og styðja við bakið á samstöðunni svo við getum haldið áfram að hafa skemmtilegt efni og ekki er verra að sjómenn hugsi vel til stöðvarinnar því þetta er eini fjölmiðillinn sem gefur sjómönnum tækifæri til þess að ræða sjávarútveg og sögu sjávarútvegs og kaup og kjör og fiskveiðistjórnun og annað. Það er má allt hér á samstöðunni. Ég þakka fyrir mig. Takk.